held að þetta sé einhver kvóta til þessu dúru. Það kökkurinn hérna. Ég held að það sé... Er það ekki svolítið óvenjulegt að skipstjórar veiði frá landi? Já, ég hef aldrei veitt þorsk upp á landi fyrir núna. Hvað kemur til að þorskurinn leitar í þessa gjá? Nú veit ég ekki. Ég bara var með hérna núna daginn, sko, eða núna bara fyrir nokkrum dögum. Það var mjög krakkar að veiða hérna. Hvað er það mikið? Já, ég veit ekki. Þetta er eitthvað 100-200 stykki. Er einhver leið fyrir hann út í sjó? Ég segja það, já. Kafarar hafa verið að kafa hérna og þeir vilja verið að sé hérna gjáinn á alveg hérna út fyrir. Hvað er þetta stór fiskur sem er hérna? Það er svona 3-4 kíló. Alveg það, sko. Þurfa menn ekki að hafa krókaleyfi? Já, fyrst þetta fréttist. Fyrst þetta fer upp í fjölmiðla, sko, þá verður kannski eitthvað gert í því. En er þetta ekki bara kærkomið í verkfallinu að sjómenn komi hér bara með sína stangir og veiði þorskinn? Já, það er gaman að þessu. Allavega það, að sjá þetta. Veistu til þess að þorskur hafi leitað hingað? Aldrei. Það hefur veiðst ufsi hérna einhvern tíðan og fyrir nokkrum árum. En ég hef aldrei vitað um að þorsk hérna fyrir. Þetta sem á því stendur. Hvort þetta hefur komið hérna að mannavöldum eða frá sjó, ég veit það ekki. Þetta er allt svipað og stærð á fiski og ljós og fallegur. Hann er ekki búinn að vera hérna sinni í vetur. Því að við vorum hérna flækjast inn í vetur og þá voru kafarar hérna og þeir hefðu örugglega minnst á það að hefði verið þorskur hérna þá. Hvað er þessi gjá djúp? 25 metrar, segja kafararnir. En hvernig er eiga við gamla grindvíska veiðimenn? Ég veit ekki, þetta er nú mér að kenna að hluta til, sko. Ég var ekki búinn að merkja þetta hvað væri að vera þarna. En ég fæ þá til að hjálpa mér þegar sláturstíðin kemur. Eða selði bara veiðileyfi.